Stelpur, þeir eru með námskeið hérna í Hamri fyrir stelpur úr 3. og 4. flokki. Hvað gengur ykkur til? Hvernig kom þetta til? Það var þannig að Hlynur hafði samband við okkur í fyrra og hann hafði frétt að við værum með fótboltanámskeið fyrir stelpur í Grindavík og vildi að við kæmum norður þá. Það hafði ekki tíma í það þá, þannig að hann var ekki búinn að gleyma því. Hann hafði samband við okkur aftur núna og baði okkur að koma með sambandlegt námskeið hér. Og við semst bara slóðum til, koma og slá þessu upp í litla skíðaferð líka. Og sérna, en okkur finnst bara rosalega gaman að miðla því sem við höfum lært okkar reynslu til ungra kvenna. Og ég held að það sé bara þeim til góðs og okkur, það er skemmtilegt líka fyrir okkur. Ég sé að það er vel mætt, hvað milli 40 og 50 stelpur? Já. Er ég sáttar með hvernig þær taka þessu og hvernig áhuginn þeirra er? Já, bara allar mjög áhugasamar og er að leggja hart af sér. Bæði með fótum og eyrum. Það er ekki auðvelt að koma í 2-3 tíma og halda athygli á tíman en þær eru sóknar í fróðleik. Já, þetta er meira heldur en bara að sparka í bolta. Þið eru að uppfræða líka. Já, við tökum pínu styrktarþjálfun með eigin líkama, svona æfingar sem eiga að vera góður fyrir fótboltafólk. Styrkja það sem við notum mest og það sem við þurfum mest að halda í íþróttinni. Og síðan erum við með fótbolta. Svona það sem við viljum leggja áherslu á, ekki margt hægt að gera á 2 tímum en bara svona sem við viljum koma til þeirra sem það geta nýtt sér. Og síðan höfum við verið með fyrirlestra. Ólína tók andlega þáttinn og síðan tók ég aðeins líkamlega andlega heilsu og styrktarþjálfun, bara svona hvað. Sjáið þið margar efnilega stelpur hérna í hópnum sem eru með hérna? Já, það er mjög efnilega og það er svo mikilvægt fyrir það líka að muna það að þær eru það ungar að þær geta bætt sig svo mikið. Það er ekkert típi fyrirstuð að það geti ná eins langt og þær vilja ná, alveg sama hvernig leikmaður það eru í dag. Ef þær halda áfram að vinna að sínum markmiði að komast þær þangað sem þær vilja komast og það er pínu þannig skilaboð sem við erum að koma til þeirra að ef þetta er einhver draumur að spila fótbolta og komast í landslið og ná langt. En er þetta þá ekki góður lykill að gera svona? Nú hefur kvennalandsliðið verið á mikilli siglingu og deildina á Íslandi, úrvalsdeildin, mjög flott og sterk. Er þetta þá ekki akkurat það sem þarf að gera? Að halda þessum yngri stelpum á tánum? Já, það viðhorfið hefur nú breyst að fótbolta sé bara fyrir stráka. Og þær eru bara heppnar að vera að koma upp í fótboltanum í dag og fá sömu aðstöðu, sömu tækifæri. Já. Og strákarnir. Það er frábært. Æðislegt. Við viljum taka þátt í að byggja upp kvennafótbolta. Og sýnist ykkur svona ef þið lítið á félögin á landsvísu bara, ekki bara höfuðborgarsvæðið, bara á landsvísu. Sýnist ykkur þetta að vera á góðri uppleið að við eigum eftir að sjá áframhaldandi uppgang í kvennaknattspyrnu? Ég er alveg bara samfærð það. Það er bæði að skila sér í 17 ára lið okkar og 19 ára lið okkar. Þessar ungu stelpur að vera sterkari og það er bara tímaspursmál hvernig þetta skila sér upp í A-landslið líka. Það er búið að vera mikil uppbygging í gangi síðustu 5 árin bara sem er að byrja að skila sér núna í yngri landsliðin, þannig að þetta er mjög spennandi bara. Maður býður bara spenntar eftir að koma fleiri sterkar upp og skara fram. Hvað með ykkur sjálfar svona persónulega, hvernig verður framhaldið á ykkur? Já, viltu svara þessu? Við erum í samningu 2011 við KÍF Örebro
Og síðan það bara að taka eitt ár í einu, en svo náttúrulega mjög spennandi Evrópukeppni framöndan líka næstu árum, þannig að það eitthvað sem maður vill taka þátt í líka. Og það bara að halda áfram í fótbolta. Það að hafa gaman að þessu. Þetta svo gaman. Þetta svo gaman. Já, það máli. En þið sögðu áðan að nota ferðinni í skíðaferði. Vita þeir af því úti? Þetta hættulega sport að fara á skíði? Ég fór nú á æfingu í staðinn í gær. Vissi að það var meistaraflokksæfing og ég skellti mér hana. En það var nú ekkert skíðafæri í gær. Nei. Vonandi ekki að hægt að renna sig einu sem ég setja partið í það. En hafði einhvern möguleika á svona vetrasporti með úti? Nei, ég veit nú, ég hef ekki lesið alveg smáleiti, sko. Ég hef ekki alveg viss að það megi vera dandalast um fjöldaföldund og gera það sem manni sýnist. Já, svona ákveðnu marki. Svo getur maður rauninni ekki vegna þess að þegar einhverjulega byrja eftir janúar, þá það alveg á fullum gangi og þá hefur maður enga orku til að fara heilan dag í skíðaferð, sko. Þá það voðalega mikið og það snýst að æfa, lyfta, æfa sjálf, við fara morgunæfingar, vinna, við vinnum líka. Já. Og síðan það mjög mikið bara að hvíla sig. Þannig að eins og við erum að hamra í stelpuna, hvíldin líka mikilvæg. Og við reynum að nýta tíma í það líka, að leyfa líkamannum að jafna sig. En þeir eru bara bjartsýnir á framhaldi, bæði fyrir ykkur sjálfar og landslið og knattspyrnu yfir höfuð, hvernig knattspyrnu? Bara mjög bjartsýn. Þetta allt mjög spennandi sem að gerast hérna heima í Íslandi. Langar eitthvað að koma einhver á framfæri til ungra stúlkna sem að horfa á okkur? Einhver sérstök skilaboð? Nei, ég vil bara fyrst og fremst þakka fyrir okkur hér á Akureyri. Góður frábært. Allir almennilegir og vikunarlegir og fengið góða mótor. Já, og svo það líka bara að nýta sér þess að við erum búin að vera að messa yfirveginn núna síðustu 2 daga og reyna að muna eins mikið og hægt og nýta sér það í sinni einn þjálfum, sínu liði og sínu flokki. Já, nokkuð. Þannig og það ekkert ómögulegt. Það leggur hægt að þessu. Stelpur, takk fyrir og gangi ykkur vel og gleðileg jól.